En svo ég segi ykkur aðeins frá fyrirtækinu okkar, Seagrowth, þá ætlum við að búa til fisk úr frumum, seafood out of cell, eins og þetta er ensku. Ég afsaka að þetta er á ensku allt saman, en ég vona að það sé í lagi. Við erum að horfa í fiskinn og það sem að fiskiðnaðurinn, þetta er náttúrulega svona í heiminum náttúrulega ofveiði að verða mjög stórt vandamál, orðið mjög stórt vandamál og margar fisktegundir komnar í útrýmingarhættu. Og við þekkjum öll laxinn þetta heima sem er ekki hægt, ég ætla ekki að setja neitt út á þá sem eru að rækta laxinn, en hann fæst ekki villtur lengur í dag og það er bara líka visst vandamál. Þannig að við erum að fara á stað með það sem kallast vistfiskur, á ensku cultivated fish. Og það er það sem við tökum bara frumusýni úr vöðvanum á heilbrigðum fisk, setjum þetta í svokallaða bioreaktora eða ræktunartanka, bioræktunartanka. Og þar fjölgum við frumunum upp, þangað til þetta er frumumassi og þetta er alltaf frumur úr kjötinu. Þannig úr þessu kemur frumumassi sem er svo hægt að vinna áfram með og búa til fiskvörur úr. Og við byrjum með það að fara með þetta inn í svona betri veitingastaði, því þetta verður mjög dýrt í byrjun, bara eins og Teslan var og fleiri hlutir. En svo förum við í framhaldinu og förum í samstarf við matvælafyrirtæki og þar eru alveg gífurlega margir möguleikar í gangi, því við getum unnið í samstarfi við matvælafyrirtæki úr þessari vöru, margs konar vörur. Og við höfum verið að horfa í að það væri gaman að pröfa eitthvað fyrir þá sem eru til dæmis með ofnæmi fyrir skelfisk eða fisk. Þannig getum við komið með einhverja lausn fyrir þann hóp til dæmis. Svo er hægt að stýra þessari vöru mjög vel af því að við vitum allt hvað fyrir inn í tankan og við vitum allt sem fyrir út úr þeim. Það er engar plastagnir, það er engin mengun önnur eða sýklalyf sem er í þessari vöru, þannig hún er mjög hrein. Og það er hægt að stýra, það var jafnvel hægt að stilla af bara næringuna sem er að koma sem þú ert að fá á diskinn, að þú ert að borða visst fisk. Og þessar næstu 3 glærur sem ég ætla að sýna ykkur, þær eru rauninni það sem við erum að taka út úr hringiðu hraðlinum sem við erum nýútskrifuð út úr. Og þar förum við einmitt í gegnum það að svona naflaskoða okkur hvar við getum verið í svona sustainability, svo ég sletta. Og þar til dæmis bara fórum við í að safna saman gögnum og notum áfram alltaf laxinn sem dæmi og þar eru við bara með ræktaðan lax úr líftaukum mun umhverfisvænni heldur þessar aðferðir sem eru verið notað í dag, hvort sem það er ræktaður eða sem sagt bara veiddur lax eða hann er ræktaður í landræktun eða sjávarræktun, hvað sem það væri. Og í þessu er einhver tölur eins og það ef við værum hér að setja þetta upp og nota orkuna á Íslandi. Af því það er ekki til, þau gögn eru bara einfaldlega ekki til, en þau myndu lækka þetta enn meira. Þannig að þetta er líka mjög umhverfisvæn vara þegar hún kemur á markaðinn. Við fórum alltaf líka í það að nafnilega skoða svona áskoranirnar sem við stöndum frammi fyrir og það er það að við þurfum alltaf að fá þetta samþykkt inn á markaðinn. Og við teljum það að akkurat hér á Íslandi erum við betur sett heldur en að vera með þetta í Evrópu því að við gerum ráð fyrir því að ferlarnir munu taka styttri tíma heldur en að fara í gegnum Evrópuráðið sem eru mjög langir ferlar. Þannig að við gætum verið fyrr vonandi að komast hér inn með markaðsleyfi. Svo náttúrulega þurfum við það veit ekki allir hvað vistfiskur er, við þurfum aðeins að vinna í því að kynna hvað þetta er og fá fólk til að langa til að smakka og langa til að borða vistfisk. Svo er seinna tíma áskoranir, það er náttúrulega að skala upp þessa ræktun og ná niður kostnaði. Og það er eitthvað sem við munum væntanlega að gera í samstarfi við önnur fyrirtæki sem eru þegar í þessum geira. Svo náttúrulega fórum við líka mentorarnir sem var verið að tala um áðan. Þeir náttúrulega komið með alls konar input inn í þetta líka og til dæmis það, þurfum við að vera hérna á Íslandi, viljum við vera hérna á Íslandi, hvaða fáum við út úr því að gera þetta akkurat hér? Jú, auðvitað erum við með græna orku. Við erum náttúrulega með mjög sterkt og uppbyggjandi startup umhverfi sem er bara borið saman við mörgar aðrar borgir eða lönd, bara mjög öflugt og lyftir náttúrulega fyrirtækjum eins og okkar hraðar upp heldur en annars staðar. Og svo fyrir utan það þá er líka myndast svona samfélag af líftækni menntuðu fólki og það er bara núna á öðrum viðburði á þessari sömu viku
þá heyrði ég þær tölur sem ég held að sé áreiðanlegar, það koma frá virðulegum prófessor upp í háskóla. Það eru 1600 manns að vinna hérna í líftækni í þessum fyrirtækjum sem eru þegar komin. Og ef maður setur þetta á höfðatölu, eins og við gerum svo gjarnan, þá er þetta 40 sinnum fleiri miðað við Bandaríkin sem eru nú talin ansi framarlega í líftækni. Þannig að talandi það að ég heyrði hérna áðan það sem við erum að gera fyrir kvikmyndaðina, en ef við erum nú sett þessi orka hér í Reykjavík inn í þennan líftækniðina, þegar við erum þegar komið með allt fyrir degið, þá bara eftir að koma því að stað og leyfa því að hefast. Því að eitt svona sproti, við höfum náttúrulega séð það bara nýlega hvað eitt svona líftæknisproti getur gert. Þegar við erum að tala einhyrningin okkar sem að vera hérna fyrsta. Þannig að það sem að nota kannski aðeins þennan vettvang til að koma því aðan hvað við getum gert. Silicon Valley fyrir hérna hugbúnaðargeirann, Vatnsmýri gæti verið það fyrir líftæknina. Ef við höfum þorið og viljan og kraftin og setjum það í þetta. Því að það vissulega, þetta er farið að myndast nú þegar, það er bara að gefa svo braut til þess að byggja fleiri fyrirtæki. En já, það er samt eina ástæðan fyrir því að við sáum fram á það að það væri áhugavert að vera hérna. Það er fullt af þekkingu akkurat bara hér á þessu litla svæði. Ef við erum stödd erlendis þá er þetta kannski næstu borg eða í næsta landi. En það bara er á þessum litla blett hérna gífurlega mikil þekking. Fyrir utan það að við erum líka, höfum tiltölulega auðvelt að komast inn á rannsóknarstofu. Við erum að sennilega fara inn í líftæknisetrið og leigja aðstöðu þar til að byrja með. En það eru fleiri staðir sem að kemur til greina og svo er náttúrulega líka verið að plana eftir nokkur ár djúptækningarkjarnan í Vatnsmýrinni, en hann er kannski aðeins lengra í hann. En það er líka tiltölulega auðvelt að komast hér að með svona aðstöðu eins og við þurfum og sem skiptir okkur bara gífurlegu máli að geta komið stað eins fljótt. Við erum að vonast til að koma stað í haust. Í fullkomnum heimi eru að fara stað í september-október, við vitum ekki ennþá hvort það gangi upp, en við værum komið með húsnæðið og gætum bara keyrt í gang ef við fengjum meðbyr með okkur, ef við fáum hann með okkur. Við erum smá að renna út á tíma. Já, og svo ætla ég ekki að fara hérna í þetta þetta er bara þarna fjármagn sem við þurfum og ég ætla þess að fara yfir það. Bara að kynna aðeins að við erum með alltaf hérna þekkinguna á Íslandi sem að styður á bak við okkur, þetta eru við teymið og hérna bak við okkur er teymi, bara sem er hérlendis, sem eru í okkar svona ráðgjafa teymi sem að mun halda utan um okkur og hjálpa okkur að koma þessu í gang. Þannig að já, þetta er bara takk fyrir mig. Þetta er Seagrowth sem ætlar að bjarga heiminum með vistfisk. Einhverjar spurningar? Áður en við vindum okkur í. Kannski bara östuð, hvað er það svona sem að stendur mest upp úr hjá okkur eftir að hafa gengið í gegnum hringiðarhraðarinn sem hjálpaði ykkur svona í ykkar vegferð? Það sem að, eitt af því, þetta sé fleiri, eitt af því bara til dæmis að við fórum í það að skoða þessar áskoranir og við hugsaðum kannski, við vorum alltaf að hugsa það, við vitum að við þurfum að sækja leyfi fyrir þessu, við vitum að við þurfum að kynna þessu fyrir markaðinum, en við svona kannski, okkur var svona ljóst að við þurfum ekki fyrst að fara að búa til allar rannsóknirnar, að gera allar rannsóknirnar og koma þessu, gera það tilbúið og fara svo að sækja leyfi, við erum bara að gera þetta allt samhliða, við erum bara að fara að keyra marga þætti í gang til að hjólið bara snúist, þannig að þegar við erum komið tilbúið með vöruna á markað, þá erum við líka búin að vera að vinna í því að fá leyfi og ekki þá að fara að bíða eftir það process. Það var eitt af því. Svo fengum við bara mjög góð input frá mentorunum okkar, bara möguleikana sem við getum unnið með þessa vöru, í hvað átti var hægt að fara með vöruna eftir á. Þannig að já, það var til dæmis fjölbreytt, já, margt sem við tókum út úr þessu. Mér er svolítið gaman að sjá þeir með proof of concept þarna. Hversu langt eru þið komin með bara vöru? Við erum aðeins þá hér. Já, við erum bara hér. Já, við erum bara, við rauninni hugmyndin svona, hún var lengur til hjá manninu mínum, við setjum sem niður í haust, við ákveðum að taka þetta í gulllegginu og síðan þá bara allt innu er snjóboltinn að rúlla, það svo kom hringiða og svo allt innu kemur þessi líka í fangið á okkur, þannig að við erum pínu bara búin að vera að hlaupa núna, en við erum bara núna að fara, við erum búin að sækja styrki, við erum að bíða eftir útkomu með þeim, við erum líka að leita fjármagni, þannig að við getum bara verið, eins og maður segir, plug and play í haust ef að það allt gengur upp. Sérstaklega áhuga þess að þið þetta ferli fyrir svona flóknar hugmyndir eins og þungt á Íslandi. Hvað vantar ykkur til þess að geta klárað
concept? Við þurfum englafjárfesta, við þurfum englafjárfesta og við þurfum styrki. Við erum að gera ráð fyrir því, við erum svona að sækja styrki hjá Rannís og það veldur svolítið af því ef við fáum þá ekki núna þá þurfum við að sækja það næst og þá bara lengist tíminn. Þannig að við þurfum klárlega styrki fyrir þetta og við munum líka skoða samstarfið fyrirtæki erlendis og fara í Evrópustyrkina þegar við erum komin aðeins lengra. En núna erum við bara að sækja styrki hérna á Íslandi, eins og er.